En það bar til þessar mundir að boð kom frá Ágústusi keisara að skrásetja skyldi alla heimsbyggðina. Þetta var fyrsta skrásetningin og var gerð þá Kýreníus var landstjóri á Sýrlandi. Fóru þá allir til að láta skrásetja sig hver til sinnar borgar. Þá fór og Jósef úr Galíleu frá borginni Nasaret upp til Júdeu til borgar Davíðs sem heitir Betlehem, en hann var af ætt og kyni Davíðs að láta skrásetja sig ásamt Maríu heitkonu sinni sem var þunguð. En meðan þau voru þar, kom sá tími hún skyldi verða léttari. Fæddi hún þá son sinn frumgetinn, vafði hann reifum og lagði hann í jötu af því að eigi var rúm fyrir þau í gistihúsi. En í sömu byggð voru hirðar út í haga og gættu nóttina hjarðar sinnar. Og engill drottins stóð hjá þeim og dýrð drottins ljómaði kringum þá. Þeir urðu mjög hræddir, en engillinn sagði við þá: Verið óhræddir, því sjá, ég boða yður mikinn fögnuð sem veitast mun öllum lýðnum. Yður í dag frelsari fæddur, sem Kristur drottinn í borg Davíðs. Og hafið þetta til marks. Þér munuð finna ungbarn reifað og liggjandi í jötu. Og í sömu svipan var með englinum fjöldi himneskra hersveita sem lofuðu Guð og sögðu: Dýrð sé Guði í upphæðum og friður á jörðu og velþóknun Guðs yfir mönnum. Þegar englarnir voru farnir frá þeim til himins, sögðu hirðarnir sín á milli: Förum beint til Betlehem að sjá það sem gerst hefur og drottinn hefur kunngjört okkur. Og þeir fóru með skyndi og fundu Maríu og Jósef og ungbarnið sem lá í jötu. Þegar þeir sáu það, skýrðu þeir frá því þeim hafði verið sagt barn þetta. Og allir sem heyrðu undruðust það hirðarnir sögðu þeim. En María geymdi allt þetta í hjarta sér og hugleiddi það. Og hirðarnir sneru aftur og vegsömuðu Guð og lofuðu hann fyrir það sem þeir hefðu heyrt og séð. En allt var það eins og þeim hafði verið sagt. Þegar 8 dagar voru liðnir, skyldi umskera hann og var hann látinn heita Jesús, eins og engillinn nefndi hann áður en hann var getinn í móðurlífi. En hreinsunardagar þeirra voru úti, eftir lögmáli Móse, fóru þau með hann upp til Jerúsalem til að færa hann drottni. En svo ritað í lögmáli drottins: Allt karlkyns fyrst fæðist af móðurlífi skal helga drottni. Og til að bera fram fórn, eins og segir í lögmáli drottins: 2 turtildúfur eða 2 ungar dúfur. Þá var í Jerúsalem maður Símeon hét. Hann var réttlátur og guðrækinn og vænti þess að Guð frelsaði Ísrael. Heilagur andi var yfir honum og hafði hann vitrað honum að hann skyldi ekki deyja fyrr en hann hefði séð Krist drottins. Að leiðsögn andans kom hann í helgidóminn. Og foreldrarnir færðu þangað sveininn Jesú til að fara með hann eftir venju lögmálsins, tók Símeon hann í fangið, lofaði Guð og sagði: Nú lætur þú, drottinn, þjón þinn í friði fara, eins og þú hefur heitið mér. Því að augu mín hafa séð hjálpræðið þitt, sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra líða, ljós til opinberunar heiðingjum og til vegsemdar líð þínum Ísrael. Faðir hans og móðir undruðust það sagt var hann. En Símeon blessaði þau og sagði við Maríu móður hans:
Þessi sveinn er settur til falls og til viðreisnar mörgum í Ísrael. Hann verður tákn sem menn munu rísa gegn. Sjálf munt þú sverði níst í sálu þinni. Þannig munu hugsanir margra hjartna verða augljósar. Og þar var Anna spákona Fanúelsdóttir af ætt Assers, kona háöldruð. Hún hafði lifað 7 ár með manni sínum þegar hann dó. Og síðan verið ekkja fram á 84 ára aldur. Hún vék eigi úr helgidómnum en þjónaði Guði nótt og dag með föstum og bænahaldi. Hún kom að á sömu stundu og lofaði Guð. Og hún talaði barnið við alla sem væntu lausnar Jerúsalem. Og þau höfðu lokið öllu sem lögmál drottins bauð, sneru þau aftur til Galíleu, til borgar sinnar Nasaret. En sveinninn óx og styrktist, fylltur visku og náð Guðs var yfir honum. Foreldrar Jesú ferðuðust ár hvert til Jerúsalem á páskahátíðinni. Þegar hann var 12 ára fóru þau upp þangað eins og þau voru vön og tóku Jesú með sér. Þau voru þar út hátíðisdagana. En þegar þau sneru heimleiðis var sveinninn Jesús eftir í Jerúsalem og vissu foreldrar hans það eigi. Þau hugðu að hann væri með samferðafólkinu og fóru eina dagleið og leituðu hans meðal frænda og kunningja. En þau fundu hann ekki og sneru þá aftur til Jerúsalem og leituðu hans. Eftir 3 daga fundu þau hann í helgidóminum. Þar sat hann mitt á meðal lærifeðrana, hlýddi á þá og spurði þá. En alla sem heyrðu til hans furðaði stórum á skilningi hans og andsvörum. Og þau sá hann þar, brá þeim mjög og móðir hans sagði við hann: Barn, hví gerðir þú okkur þetta? Við faðir þinn höfum leitað þín harmþrungin. Og hann sagði við þau: Hvers vegna voruð þið að leita að mér? Vissið þið ekki að mér ber að vera í húsi föður míns? En þau skildu ekki það hann talaði við þau. Og Jesús fór heim með þeim og kom til Nasaret og var þeim hlýðinn. En móðir hans geymdi allt þetta í hjarta sér. Og Jesús þroskaðist að visku og vexti og náð hjá Guði og mönnum.